Reynar, bara hvað þetta að segja, stórt tap hérna í bullandi fallbaráttu, andleysi, hvað hefur að segja eftir leik? Ja, bara mest lítið. Það er bara svolítið orðlaus sko, það er bara staðan. Af hverju kemur liðið inn í leikinn svona, með svona mikla andleysi í þessari stöðu sem liðið er? Já, það er bara mjög góð spurning sko. Mér finnst bara heiðarlegur með það sko, bara æfingavikan er búin að geggjuð sko og búin að geðveitt spirit á æfingu. Þannig að maður er bara miklu sjokki eftir þennan leik sko, erfitt að segja eitthvað, strax eftir þetta. Fyrri hálfleikurinn þið náið að minnka munin í 2 mörk, svo bara hreinur allt aftur, ósáttu við það? Sammála því, og vorum alveg með mómenta hérna, bara kom okkur inn í leikinn og ég var ekkert á fyrri hálfleik á tímabili hérna þegar við vorum að vinna okkur. Ég var alveg confident að það myndi koma og svo kom bara klóruleysi feilar og þeir allt í einu bara, maður rétt blikka á augunum allt í einu bara 5, 6, 7 marka munur eða hvað sem það var sko. Þannig að þetta var ekki gott. Það var gefið út í síðustu viku að þú ekki áfram í liðið. Hver ástæðan á bak við það? Ég er bara búinn í Stjörnunni í 5 ár og ég lét bara vita hann einhvern tímann, ég man ekki lok janúar, byrju febrúar, ég man ekki alveg hvernig það var, að ég vildi bara breytingar, hjá mér sko og já, það var bara ástæðan, ekkert, ég er bara hrikalega þakklátur fyrir tækifærið sem ég fengi í Stjörnunni og þannig að það var bara breytingar sko, hjá mér sem ég vildi sjá eitthvað nýtt sko og pröfa eitthvað nýtt, en já, það var staðan sko. Ertu að fara að taka þig frí frá handbolta eða ertu komið eitthvað klárt? Hvað tekur við? Nei, ég er ekki með neitt klárt, ég efast ég taki mig frí frá handbolta, en já, eða ég er ekki eins og pæli í því sko, en staðan nú. Í næsta leik, það er bara mjög mikilvægur leikur. Verðið þið að vinna hann? Jó, það er hárrétt hjá þér, við verðum að vinna hann, eins og síðustu 2 leikina.